Það allir frelsarinn inni, held ég. Amen. Frelsa því það að hafa tekið Jesú Kristi inn í sitt líf. Það ekki flóknara það. Og Guð gerir þetta svo einfalt að allir menn geta tekið við fagnaðarréttinu. Við fengum að heyra, og þegar við fengum að heyra orð Guðs og það sem Jesús Kristi gerði fyrir okkur, að þá tókum við trú. Og ég man þegar ég var spurður að ég trúir á Guð, já, það var ekkert mál fyrir mig að segja já. En þegar ég var spurður að ég trúir á Jesú Krist, trúir því að hann sé sonur Guðs, þá var ég ekki alveg viss. Ég þorði ekki að segja já og ég þorði ekki að segja nei. En til þess að gera langa sögu stutta, þá gaf ég honum tækifæri. Og ég kom á samkomu sem þessa, fekk að heyra orð Guðs. Ég var boðað á samkomu, ég var að kafa í orglu og ég fekk að heyra Jesú Krist og ég fekk náð til að segja já við það. Og kraftur Guðs, hann bara opinberast inn í mitt líf. Finnst þið ekki að heyra? Ég ákvað að gefa þessu tækifæri. Ég vissi ekki hvað ég var að fara út í. En þegar ég bað Jesús um að koma inn í líf mitt, þegar ég bað um að fyrirgefa mér syndir mínar, og þá fann ég kraft Guðs koma. Og vegna þess að ég bara finna kraft Guðs fyrir heilagan anda, að þá getur engin maður talað mig út úr þessu. Það getur engin illur andi haft áhrif á mig að taka mig frá þessu. Ég hef valið að fara gennum með raunir og þjáningar og játa Jesú Krist frammi fyrir öllum mönnum. Men þess vegna kannast Faðirinn við mig þegar ég kem inn í eilíðina. Þrenging var skammvinn, hún bara núna í alvörstinni. En þegar við komum inn í eilíðina, þá opinberar stýr Drottins inn í líf okkar, samkvæmt því vali sem við höfum gert inn í alvörstinni. Þess vegna hún skammvinn. En alla eilíða þá fáum við að kynnast Jesú Kristi miklu meira og nánara heldur við höfum fengið að kynnast honum hérna í alvörstinni. Þannig að jarðvistin bara svona frumgrunn að því sem við fáum að upplifa þegar við komum inn í eilíðina. Hafa allir fengið að finna nærveru Guðs? Má ég sjá hendur? Einhverjum inni sem ekki að finna nærveru Guðs? Trúlega, það getur alveg verið. Svo einhver að horfa eða hlusta á netinu og það getur vel verið að þú hafir aldrei fundið nærveru Guðs. En þetta lykillinn, að bjóða honum inn í lífið þitt. Halleluja. Ég ætla að byrja að lesa nokkuð ritningavers úr Galatabréfinu 1. kafla. Það segir, Páll postuli, ekki sendur á mönnum, hugsa ykkur, ekki sendur á mönnum, nýja tilhlutun manns, heldur að tilhlutun Jesú Krist og Guðs föður sem uppfatti hann frá dauðum og allir bræðurnir sem með mér eru heilsa söfnuðunum í Galatalandi. Náð sé meður og friður frá Guði föður og drottni vor Jesú Kristi sem gaf sjálfan sig fyrir syndi vorar til að frelsa oss frá hinni yfirstandandi vondu öld, samkvæmt vilja Guðs, oss og föður. Hún sé dýrð aldir alda, amen. Þannig að hann frelsar okkur frá þessari vondu öld, frá þessari vondu dögum sem við erum að ganga í gegnum, að þá frelsi Jesú Kristi okkur til handa hverjum einasta degi. Ekki bara fyrst þegar við tókum við þessari frelsar okkar, heldur hverjum einasta degi. Sér hver sem ákallar nafn Jesús í einlægni, hann mun hólpinn verða. Og við þurfum að ákalla nafn Jesús á hverjum degi, ekki bara í byrjun, á hverjum degi og lofa hann og þakka honum á hverjum degi fyrir það sem hann gert fyrir okkur. Halleluja. Svo heldur ég áfram. Mér furðar að þér svo fljótt láti snúast úr honum sem kallaði yður í náð Krists til annars konar fagnaðarerindis. Við erum að glíma núna á síðustu tímum við áhrif illra anda sem að reyna að stela fólki frá því að eigna samfélag við Jesú Krist. Og ef þú hefur eignast samfélag við Jesú Krist, þá hafa þessar illa anda líka áhrif á það að reyna að taka þig frá Jesú Kristi. Já, til annars konar fagnaðarerindis. Mér furðar að þér fljótt láti snúast úr honum sem kallaðir í náð Krists til annars konar fagnaðarerindis. Þannig að það er hægt að falla frá Guði inn í eitthvað annað. Það er alveg möguleiki. Og svo segir, sem þó ekki til. Það ekki til neitt annað fagnaðarerindi. Hversu nú ættum við að fara eitthvað annað? Það ekki til neitt annað fagnaðarerindi.
Til hvers? Ég hef ofta hugsað þetta, þeirst, á hverju fólk að leita í eitthvað annað. Jesús hefur allt fyrir okkur sem við þurfum. Allt sem við þurfum. Á hverjum degi þá hefur hann fyrir okkur það sem við þurfum. Við þurfum bara að leita til hans. Og það best að velja hann á mótnana leið og vaknar. Og líka réttur okkar að sofa. Þá er þetta alveg öruggur. Eða örugg. Halleluja. Halleluja. Þannig að það er ekki til eitt annað fagnaðarerindi og svo heldur áfram. Heldur einhver að trufla yður og vilja umhverfa fagnaðarerindinu Krist, en þótt jafnvel vér eða enginn frá himni færum að boða yður annað fagnaðarerindi en það, sem vér höfum boðað yður, þá sé hann bölvaður. Eins og Björn hefði sagt, eins og ég segi nú aftur, ef nokkur boðað yður annað fagnaðarerindi en það sem þér hafa veitt viðtöku, þá er hann bölvaður. Er ég nú að reyna að sannfæra menn eða Guð? Er ég að leitast við að þóknast mönnum? Spurningamerki. Ekki ég. Ef ég var enn að þóknast mönnum, þá er ég ekki þjónn Krists. Það læti yður vita, bræður, að fagnaðarerindið sem ég hef boðað yður er ekki mannaverk. Það er ekki mannaverk. Ekki hef ég tekið við því að manni, nei, láta kenna mér það, heldur fengi það fyrir opinberu Jesú Krist. Fyrstu lærisveinarnir, fyrstu postulunarnir 12 og fyrstu lærisveinarnir, hann sendi út 7 12-manna teymi fyrir þá sem maður vita það ekki. Það voru fyrst 12 lærisveinarnir, svo voru 72 aðrir. Það gerir 7 sinnum 12 lærisveinar. Hann sendi út bara 7 teymi, bara meðan hann var í Njarðvíkstinni. Og þeir fengu að kynnast honum persónulega. Bara eins og ég fæði að sjá ykkur, hitta ykkur persónulega, þá fengu þeir að kynnast honum persónulega. Og þeir boðuðu fagnaðarerindið. Og hvað er fagnaðarerindið? Það er Jesú Kristur. Það er nefnilega málið, það er Jesú Kristur. Mannaverk eru trúarbrögð sem að reyna að nálgast Guð á einhverjum öðrum forsendum. Lærdómur illra anda er eitthvað sem menn ástunda til þess að fá eitthvað, ekki frá Guði, heldur reyna að ná á okkur fram sem að líkist Guði. Og fyrsta fall mannkynsins var það að höggómurinn sagði við Adam og Evu að þið munu verða eins og Guði líkir. Og ég talaði svolítið reiðina og höfninina síðast þegar ég var að tala, að það er svolítið svona það að við viljum vera eitthvað stórt og halda í það. En málið er það að við erum bara lítil. Í Jesaja 40:15 þá segir að þjóðin er eins og dropi í vatnsskjólu í augum Guðs. Hvað er þá einn maður? Hversu smár er hann? Og ef við könnumst við veikleika okkar frammi fyrir Guði, frammi fyrir Jesú Kristi og komum með það fram fyrir hann, að þá fáum við lausn á okkar málum. En ef við þurfum að segja að þetta er eitthvað stórt og mikið og við erum eitthvað stór og mikil og við þurfum ekki á þess að halda að þá erum við bara í einn mætti. Hvort er betra? Að vera í hans handleiðslu. Leiðast að heilum anda. Halleluja. Ég ætla að lesa nokkur ritningarvers úr Rómverjabréfinu 5. kafla og bara svona aðeins að opna upp fagnaðarerindið. Áður ég held lengra með þetta. Þar segir, frá mér 1. versi, rétt eftir að trú höfum því frið við Guð fyrir drottning vor Jesú Krist, fyrir hann höfum við aðganga þeirri náð sem við lifum í og við fögnum í vonum dýr Guðs. Við fáum að bara sjá dýr Guðs þegar við komin í eilíðina. Stundum fáum við að smakka hana, í dag. Hverju hafum við ekki að snertast á dýr Guðs? Halleluja. En ekki það eitt, við fögnum líka í þrengingunum. Með því að við vitum að þrengingar veitir þolgæði en þolgæði fullreynd en fullreyndin von. Og við erum reynd með að vera með Njarðvíkstinni. Trú okkur er reynd á allan hátt. Og það er allt í lagi að vera í veikleika. Það er ekkert að vera í veikleika. Því að í veikleikanum opinberast kraftur Guðs. Halleluja. En vonið bregst oss ekki, því að kærleika Guðs er úttelt í hjörtum vorum fyrir heilan andan sem oss er gefinn, meðan við enn vorum óstyrkir, þó Kristur á settu tíma fyrir óguðlega.
Annars gengur varla nokkru dauða fyrir réttlátan mann, fyrir góða mann kynni ef til vill einhver að vilja deyja. En Guð auðsýnir kærleika sinn til vor, þar sem Kristur fyrir oss dáum ef við enn vorum í syndu vorum. Þar sem við erum nú réttlæti fyrir blóð hans, því fremur mun að frelsa oss frá eilífðinni, því að við vorum óvinir Guðs og við erum sættir við hann með dauða sonar hans. Því fremur munum við frelsa verða með lífi sonar hans. Nú erum við sátteknir og ekki það eitt, heldur fögnum við í Guði fyrir drottni vor Jesú Krist, sem við nú höfum öðlast sáttagjörðina fyrir. Halleluja. Þannig að Jesús kom og gerði það sem við getum ekki gert. Hann dó fyrir okkar syndir og sjúkdóma og í honum þá allt það sem við þurfum. Við eignum samfélag við Guð á ný og við fáum að vera með honum alla eilífð. Halleluja. Þakka Jesús fyrir það. Amen. Það í rauninni 2 höfðingjadómar. Í fyrstu versunum sem ég las í Gálatarbréfinu þá talað um það að ef einhver annar fyrir að boða þér annað fagnaðarendi en það sem við höfum boðað Jesú Krist, þá sé hann bölvaður. Og svo talað um það jafnvel ef engill fyrir að boða fagnaðarendið. Og málið það að það eru fallir englar. Lúsífer var æðsti engill af Guði, átti að leiða inn í okkur sannleikann og hann féll. Honum var varpað hérna niður á jörðina og hann tók með sér 1/3 englanum. Og vitið það að hann að boða annað fagnaðarendi. Hann í ljós engilsmynd og hann hefur áhrif á fólk. Guð þessara veraldar, Lúsífer, hann hefur áhrif á fólk til að blinda þannig að sjá ekki ljósið frá fagnaðarendinu Jesú Krist. Það mjög alvarlegt. En þakka fyrir það að við höfum fengið náð til að sjá ljósið frá fagnaðarendinu og náð til að meðtaka Jesú Kristi frelsara okkar. Þannig að ég vil varpa ljósa á það hér í dag að það ekkert annað fagnaðarendi. Það engin önnur leið til Guðs nema fyrir Jesú Krist. Hann vegurinn, sannleikurinn og lífið og enginn kemur til föðurins nema fyrir hann, fyrir krossdauða hans á Golgata, fyrir blóðið sem hann útheldur fyrir okkar syndir og sjúkdóma og í honum lækning til andra sála líkama og fullkomið lausn fyrir okkur. Halleluja. Þakka fyrir það, Jesús. En það eru illir andar sem hafa áhrif á okkur og ég ætla að lesa eitt ritningarvers hérna. Fyrra Tímóteusbréfið 4. kapli vers 1. Andinn segir berla, þar segir heilar andi, að á síðara tímum munu sumir ganga af trúnni og gefa sig af villundum og lærdómum illra anda. Þessu valda hræsnisfullir lygarar sem eru brennimerktir á samvisku sinni. Þannig að það hann talað um lærdóma illra anda. Og ég vil svona varpa ljós á það að Lúsífer, hann getur læknað fólk. Hann getur læknað fólk. Það ákveðnir kraftar í því sem hann hefur. Og ég get sagt ykkur sögu, móðir mín, hún var alin upp á Einarstöðum. Hún var, afi minn, hann misti fótinn og gat ekki séð fyrir börnuna, þannig að hann þurfti að setja öll börnin í fóstur. Og mamma mín, hún lenti á Einarstöðum og fyrir ykkur sem að þekki ekki, þá var þar frægur miðið sem að hét Einar. Lækningamiðill, hann hafði samband við fólk, framliðið fólk og var að lækna fólk frá, bara gegnum þess eðlisluti. Og mamma mín, hún fór til dæmis í andaklasana, einhvern tíma þegar hún var lítið stelpa og kraftarnir voru þannig að borðið það lyftist frá jörðu. Hún sagði mér þetta sjálf þegar ég fór að boða henni fagnaðarendi, þegar ég opnaði samfélagi við Jesú og þegar ég fór að boða henni fagnaðarendi, þá sagði hún mér þetta sjálf. Og móðir mín að hún hélt að allt þetta væri í lagi. Hún vissi ekki betur, en hún fór líka á samkomur. Hún fór í Fíladelfíu, hún lét biðja fyrir okkur fjölskyldunni, við vorum í Óreglu, hún lét biðja fyrir okkur og hún, þegar ég var myrkvælinn, þá sagði hún mér að biðja bænirna bara og biðja Jesús að koma og signa mig og svona. Þannig að hún var alveg trúið, hún trúið alveg á Jesú Krist, en hún blandaði hinnu saman. Og það það sem að ég vil svona varpa ljós í dag og afhjúpa í dag, að það ekki í lagi.
Og ég fekk náð til þess að leiða mömmu mína út úr þessu rugli. Og segi henni bara skýra línur eins og ég ætla að segja ykkur í dag, að við þurfum ekki neitt annað en Jesú Krist. Til hvers? Nýaldarhreyfingin, hverju hafa heyrt nýaldarhreyfinguna? Nýaldarhreyfingin eiginlega bara sambland af öllu sem þú getur tekið. Annað en Jesú Krist. Til þess að reyna að fá upplifað eitthvað og bara svona hafa þinn eigin Guð í raun og veru, bara eins og þú vilt hafa hann. Og þeir segja að það séu margar leiðir til Guðs til þess að finna hamingju. Og þetta stærsta lygi sem bara hefur verið fundin upp. Það bara ein leið til Jesú Krist, ein leið til Guðs og hún í gegnum Jesú Krist. Hann vegur sannleikurinn og lífið. Og það segir í Jóhannes 10. kafla, það verið að tala sauðabelgið og það verið að tala dyrnar á sauðabelginu sem Jesú Kristur. Og Jesú Kristur sagði þetta sjálfur að hann dyrnar að sauðabelginu. Hann dyrnar að Guðsríkinu, hann dyrnar inn í nærveru Guðs. En hann sagði líka að það eru þjófur og ræningar sem fara yfir vegginn. Og það hægt að fara í fíkniefnaneyslu, það hægt að fara í vímuefnaneyslu og fara svona þess að þjófutu leið inn fyrir. Að fá að upplifa eitthvað falskt frelsi. En það leiðir alltaf dýpra í bara pittin. Og það líka hægt að fara í gegnum þessa kraft og gegnum þessu öfl yfir þjófutu leiðina. En þegar þú kemur út í eilíðina, þá mun þér bregða að þau hefur verið að fara þessa leið og ekki taka við Jesú Kristi sem verðsæðinu. Að þetta er bara skammir. En það mun ekki duga þegar þú kemur út í eilíðina. Það bara Jesú Kristus sem að leiðir inn í faðmföðursins og það eina sem að duga til þess að fara þarna inn. Vegna þess að móðir mín var að hræra öllu saman og var fyrir áhrifum af þessu sem að var að gerast á einastöðum að þá fann ég líka fyrir þessu. Og ég var mjög næmur þegar ég var að alast upp bara fyrir alls konar illum öndum og öflum. Og mér fannst alltaf einhver vera að áreita mig eða fylgja mér. Og það var ekki fyrir að ég fekk náð til þess að taka Jesú Kristi sem frelsarinn mínum, að ég fekk náð til þess að sjá hlutinni í réttu ljósi og taka vald yfir þessu og skipa þess að fara frá mínu lífi. Þannig að það er vald í Jesú Kristi til þess að lækna sjúka og líka reka út illa anda. Og ástæðan fyrir því að ég er að tala um þetta í dag, ég get ekki farið djúpt í þetta efni, en ástæðan fyrir ég er að tala um þetta í dag, það er vegna þess að ég er að segja ykkur það, að það er bara eitt fagnaðarefni og það er bara einn vegur inn í nærveru Guðs og hún í gegnum Jesú Krist. Þess að hann hefur sama eðli og föðurinn og hann kom til þess að opinbera föðurinn. Faðirinn sést ekki, þess að hann bæði svo stór en hann líka svo lítill. Hann svo lítill en hann sést ekki. Hann þurfti að senda Jesú Krist til þess að opinbera sjálfan sig. En þegar við komum inn í eilína í gegnum Jesú Krist, þá fáum við að sjá líka föðurinn. Halleluja. Hann leiðir okkur inn í faðm föðursins. Kærleiks sem faðm föðursins. Það segir í 5. Mósebók 18. kafla, það segir að þú skalt ekki láta son þinna eða dóttur gangi gegnum eldinn. Og svo talið upp hluti. Þú skalt ekki leita til særingamanna. Þú skalt ekki stunda fjölkengi. Þú skalt ekki leita fréttaframlinum. Þú skalt ekki stunda galdra. Allt þetta talið þarna upp og þið getur bara flettið þessu sjálfu upp þegar þið komið heim. Og dæmi í Nýja testamentinu, þá talað það til og með þessu postulasögunni 16. kafla. Það talað það að þegar Páll postuli var að boða fagnaðarerindið ásamt öðrum, að þá kom þar ambátt sem aflaði húsbónda sínum peninga. Með því að vera með, hún var með spásagna anda í sér. Og hún gekk svona eftir þeim og sagði, það var bara eiginlega að trufla það. Hún var eiginlega bara svona að trufla þá í boði fagnaðarindinsins. Þá kom það að Páll fekk alveg nóg og hann bara rak andan út af henni. Og húsbændur hennar, þeir eru svo reiðir vegna þess að þar var peningadæmi farið. En ég er svona varpað að ljósa það að það er líka talað um þetta í Nýja testamentinu. Ekki bara Gamla testamentinu. Og Nýja testamenti 75% ef ekki meira bein tilvitnun í það gamla. Og það alveg gildi líka. Það ritað okkur til viðvörunar. Segir í Hebreubréfinu.
Þannig ég að vara ykkur við þetta. Verðan sem ég sé það að fólk sem hefur tekið við Jesú Kristi sem frelsara sínum, að það líka að gera svona annarlega hluti. Og það ekki rétt. Ef þú ert að gera þetta, að þá það ekki rétt. Og það náð í dag til að snúa sig frá þessu. Ef þú ert að mixa hlutunum saman, að þá bara ruglingur. Það sem að ónurinn gerir. Hann tekur áhersluna af því sem að skiptir máli og setur hana á það sem að skiptir ekki máli. Það skiptir máli að velja Jesú Kristi í dag. Og dvelja með honum og velja hann. Það þessi litlu hlutir sem nú opinbera Faðirinn fyrir okkur í eilífinu sem kemur. Þessi litlu hlutir sem að við veljum í dag í Jesú Kristi, að það verður stórt þegar við komum út í eilífina. Litla múrstuskotnið, talandi trúna, það var það stóru tré, stærst allar trána. Og þannig Guðsríki. Við höfum ekki fyrirlíta litlu byrjunina. Að auðmýkja okkur fyrir Guði. Halleluja. Men það verður öskir að því þegar við komum út í eilífina. Ef við sjáum ekki öskir í jarðvistina, þá munum við fá öskir í eilífinni. Og hún miklu stórfenglegri heldur en þið geti ímyndið ykkur að muni verða í ykkar lífum. Við fáum dýraða líka. Halleluja. Þannig að vegna þess að Lúsifer fallinn engill, þá hefur hann krafta og hann hefur svona tælandi áhrif á fólk að leiða það til síns og leiða fólk frá Jesú Kristi, hinu sanna fagnaðarerindi. Þannig að hann vill ekki að fólk eignist það sem hann búinn að missa af. Og sumir halda það sé í lagi að til og með svo leita fréttaframliðnum og fá lækningu að handan. Og Orguð segir nei. Og það ekkert víst að þetta sé framliðið fólk, það ekkert víst, þetta gæti bara verið illar andar. Og illa andarnir, þeir koma líka ofta en þannig bara fram, bara eins og þeir séu rosalega bara góðir, og bara allt séu svo fína. Margur vegur verið skreifaður en enda þó að helstblóðin segir orð Guðs. Þannig við þurfum að þekkja orð Guðs. Þekkja munninn. Ég hef prófað þessum hluti. Sem unglingur þá leiddist ég út í alls konar svona hluti. Ég var að gera stjörnukort, ég var að spá í spil og ég þekki alveg þessa illa anda. Þegar ég kom til Jesú Krist, þá var ég með hersingu af illum öndum í mínu lífi. Bara hersingu. Og þessa andar þeir reyndu að taka mig frá fagnaðarnefndinni, leiða mig frá fagnaðarnefndinni. Ég var í rosalega mikil óreglu líka. Ég byrjaði að drekka þegar ég var 12 ára gamall. Hverja einustu helgi, oft meira, 12 ára gamall. Og ég sniffaði lím þegar ég var 12 ára gamall líka. Og það bara brenndi upp alveg fullt af heila frumum, en vonandi af einhverja endurnýjast. Ég svona án gríns. Ég fann bara heilasæluna að brenna þegar ég var að sniffa lím. Og ég sá fólk deyja úr þessu, bara ungur strákur sem ég þekkti, hann bara dó. Þannig að ég var ekki góð fyrirmynd þarna, hann var að herma eftir mér og bróður sinum. Og hann dó úr þessu, hann fór bara yfir hann dó. Og margir sem ég þekkti á þessum árum, þeir dóu, bara hreinlega dóu úr neyslu. Þannig að ég svo þakkláttur Guði fyrir það að ég fekk náð til að taka henni sem ég frelsari mínum. Og það var líka náð að ég var svona mikil óreglu vegna þess að þá gat ég ekki farið eins mikið inn í þetta sem ég að tala um. Ég leitaðist við það og ég fann að þetta var raunverulegt. Það alveg kraftar í þessu. Ég gat alveg spáð í spil og ég gat alveg lesið stjörnukort og svona, gert þessu hluti. Men þetta lærdómur illa anda. Og minn draumi þegar ég var í óreglunni var að hjálpa fólki. Og minn draumi var að fara til Indlands og vera jónki. Það var svona bara eina skýjaborgin sem ég hafði. En Guð, hann lætur ekki að sér hæða. Hann sendi mig þangað sem trúboð eftir ég frelsaðist. Ég var alltaf svo lyfjaður og fullur að það varð aldrei neitt úr neinu nema bara að hringa villisa. Þannig að það vendaði mig líka, sjáu þið til, þrátt fyrir allt. Og það leiddi mig líka til þess að ég fekk nóg og ég þurfti að leita mér hjálp og þess vegna gaf ég Jesú Kristi tækifæri. Halleluja, Jesus. Þakka þér, drottinn. Amen, halleluja.
Þannig að ég vona að þið sjáið munin í dag. Og það alls svona hlutir í dag, þetta svo lúmst. Það til sem heitir svona að fara í svona svitahof og drekka kakó og svona. Vitið það að gegnum annarlegandi ekki, þá koma illir andar. Og ég get sagt ykkur það að það var drukkið í gegnum mig. Illir andar sem að drukkuð í gegnum mig, bara alveg þannig, það var alveg þannig, sko. Ég hafði ekki stjórn á þessu. Halleluja. Heilagur Jesús. Þegar ég fór til Indlands þá sá ég líka þessi, bara hvað í gangi þar, sko. Og líka þegar ég fór til Afríku, hvað í gangi þar. Við erum raunin að glíma við þetta öðru seinna heima, en ég sá svona raunverulega hvað var í gangi þar og ég til þess að þegar ég fór til Afríku þá sá ég bara dímon bara eins og sé ykkur. Og ég sá bara svona alls konar hluti, bara eins og ég sé ykkur. Og þegar ég fór til Indlands þá fann ég líka bara, til og með svo boðar fagnaðarréttið Jesú Krist á Indlandi, þá þetta passaði að þeir taki ekki bara Jesú Kristi sem einum af guðunum inn í sitt líf. Þetta alveg þannig, skilji. Og það líka með okkur, þegar við tökum Jesú Kristi sem okkar frelsara, að þá þurfum við að hreinsast af því sem að ekki í lagi. Halleluja. Þegar Ísraelsmenn fóru inn í Kanaansland þá rak Guð villidýrin smá saman úr landinu svo að landið myndi ekki leggjast stöðin. Og það er líka þannig þegar við komum til Krists að þá þurfum við stundur svona aðlaðuna tíma. Þannig að við þurfum líka að umbyrða að hafa kærleika til fólks sem að koma til Drottins og kannski fast í alls konar hlutum. Að við ekki að reyna að leysa það sjálft. Það er ekki köllun okkar að leysa fólk eða breyta fólki. Það er köllun okkar að leiða til Jesú Kristi, að leifa Jesú Kristi og heila manda að breyta fólki og leifa orðið Guðs að breyta fólki. Við getum ekki breytt fólki. Það er Guð sem að gera það. Þannig við þurfum að passa okkur á því líka að við erum ekki að reyna að hraða verkinu. Ég maður þegar ég kom til Drottins þá sagði alls konar hlutir og það bara þegar maður heyrði það þá var bara hættið að maður fór að reyna að gera þetta sjálfur. Þetta virkar ekki þannig. Við getum ekki að gera þetta sjálf. Við þurfum að koma fram fyrir Guð á hverjum degi og biðja hann að vinna verkið í okkur. Og hann mun vinna verkið, allir dagsendir komið sinnar. Það góða verk sem hann hafi í okkur, hann mun vinna það, allir dagsendir komið sinnar. Halleluja. Þakka þér Jesús. Ég ætla að lesa nokkur versi viðbútt. Ég ætla ekki að fara of djúpt í þetta, ég vildi bara varpa ljósa á þetta, vegna að þetta að slæðast inn í kirkjurnar. Og Jesús sjálfur sagði það í Mattheus 24. kapla versi 24. Þá sagði hann, því að fram munu koma falskristar og falsspámenn og þau munu gera stór tákn og undir til þess að leiða afvegilega, jafnvel þá sem eru útvaldir, ef orðið gæti. Það er þess vegna sem ég vil segja þetta í dag. Ég hef séð fólk byrja vel, svo bara komið í tómt tjón út af einhverju svona hlutum. Jóka er ekki í lagi. Ég er bara að sjá þau öfla verki á Indlandi. Bara alveg, sko. Alveg. Halleluja. Þannig að ég vil bara enda þetta á því að það er betra að koma til Jesú Krist með alla hluti. Og hann hefur allt það sem við þurfum. Við þurfum ekki að leita neitt annað. Halleluja. Þakka þér fyrir það, Jesús. Stundum þá sjáum við hluti opinberast í okkar lífi, bara til dæmis, bara eins og Guð sýnir okkur eitthvað sem við erum að taka fram fyrir hann. Það kallast skurðgoði í Biblíunni. Og stundum sýnir hann okkur synd sem að við höfum kannski haldið að við værum búin að sigra á göngunum með Guði. Ég þekki þetta vel, ég er búin að ganga með Guði 40 ár, þess vegna veit ég þetta alveg. Og bara síðustu vikur að Mér langar að sjá hendur, bara til smá staðfesting á þessu. Hverjir hafa fundið það að svona síðustu svona,
kannski svona 7-8 vikur þá hefur bara eitthvað nýtt verið að opinberast í ykkur lífi sem ekkert endilega eitthvað nýtt, en þið héldu að þið verið búin að sigrast á þessu og það verður allt í einu bara megamál. Það vegna þess að á dagatali Guðs þá var Guð að opinbera það sem hann vill hreinsa í ykkar lífi. Og þið hafið kannski hver ykkar fallið fyrir því, þannig að það hefur opinberað svo mikið í ykkar lífi. En núna Drottinn að leiða okkur inn í það að gera iðrun, bara játanda fram fyrir honum, gera iðrun, þannig að hann hefur nýja byrjun á dagatali Guðs. Og reyndar alltaf svoleiðis hjá Guði, það alltaf ný byrjun á hverjum degi. En það sérstaklega svoleiðis núna, þannig að hann vil leiða okkur inn í það að trúa fyrirheitinu. Og hann hefur verið að sýna okkur það að við getum ekki gert þetta sjálf. Þess vegna hefur hann opinberað ákveðna hluti í okkar lífum. Til að sýna okkur það að við getum ekki glímt þetta sjálf. Bara alveg svo þegar njósnamennirnir voru sendir inn í Kanasland og þeir sáu misjafnlega hluti. Sumir þeirra 10 sögðu að risarnir í landinu þeir eru ósigrandi. En 2 þeirra Kaleb og Jósúa, að þeir sáu það að landið var hægt að vinna sigran í landinu með hjálp Drottins, að þegar Drottinn var með verki. Þannig að Drottinn vil gefa okkur náð til að trúa fyrirheitin í dag það að hann getur unnið verki í okkar lífi. Þannig við skulum ekki horfa á þetta sé ósigrandi í okkar lífi sem að Guð hefur opinberað að sýna okkur. Hvað sem það er. Þess að Drottinn Jesú Kristur búinn að sigra þetta nú þegar. Og við þurfum að hafa trú fyrir því núna í dag. Þess að ég að tala þetta. Að trúa því að hann muni sigra risanna í landinu. Í lífi okkar. Alveg svo hann sigraði risanna fyrir Ísraelsmenn þegar þeir fóru inn í Kanasland. Þannig að Guð vil gefa okkur trú í dag. Að honum engin hlutur megn. Og það sem við sjáum sem stórt, það bara lítið í hans augum. Þannig við þurfum bara að segja Drottinn, ekki að segja við Drottinn, þetta er svo rosalega stórt vandamál í mínu lífi, ég get aldrei sigrast á þessu. Það er rétt. Lúsifer, hann blæs upp allt sem er vandamál í okkar lífi. Hann blæst það svo mikið upp að við förum að horfa á það og bíða ósögu fyrir því. Verða óttaslegin og allt þetta, allir þessi pakki, jafnvel reið. Fara í einangrun. En Guð vil segja við okkur að þetta er lítið í mínum augum. Komdu með þetta til mín. Hvað sem það er. Komdu með þetta til mín. Og ég mun gefa sigur að þið. Prófa að segja við Drottinn hérna, þetta er bara lítið mál í þínum augum sem ég hefur verið að beðja ósögu fyrir. Og fyndu síðan munin bara daginn eftir. Hvað hefur gerst? Þá ertu ekki lengur að glíma við þetta eigin mætti. Ef þú segir hlutina, lítið mál í Guðs augum, leistu mig frá þessu, þá gera það. Þetta er bara að smetla fingir fyrir hann. Og líka sjúkdómar. Veikindi. Jesús vill lækna. Hann bauð okkar að fara út að lækna fólk í sínu nafni. Halleluja. Og Guð vill opinbera þetta miklu meira. Vegna þess að andikristandarnir, lærdómar illra anda, að þeir vilja taka fólkið frá því að taka við fagnaðarefni Jesú Krist. Orð krossins er heimska þeir sem glatast, en oss er það kraftur Guðs í hjálparæðis. Þannig að við þurfum að sækja fram, við þurfum að leggja hendur í sjúka og sýna fólki að Jesús læknar í dag. Halleluja. Hverjir hafa beðið fyrir sjúkum að þeir eru læknar? Má segja hendur? Já, bara hálfur salurinn. Setjum markmið og biðjum fyrir fleirum. Nákvæmlega. Þegar Drottinn hann vill opinbera sjálfa sig í gegnum okkar. Með því að lækna líkamlega veikindi og jafnvel það sem er að innra hjá fólki. Þannig ég ætla ekki að hafa þetta lengri í dag. Ég er bara ætla að biðja að standa á fætur núna.